Velkomin á 330. og annan fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundinn og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki þá ætla ég að renna yfir þau sem sita hér í fundarsalnum í dag. Það er Anton Kári Halldórsson, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Árný Hrund Svavarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Bjarki Oddsson, Rafn Bergsson, Tómas Birgir Magnússon sem hér stendur, Margrét Jóna Ísarsdóttir, skrifstofa fjármálastjóri, hún ritar fundargerð og Sigurmundur Jónsson sér upptöku og útsendingamál. Og þá bara vindum við okkur í dagskrá fundarins. Fyrsta mál á dagskrá er minnisblað sveitarstjóra 12. desember 2024. Lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Góðan daginn, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Að venju stikla ég hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við á undanförnu. Á þessum fundi sveitarstjórnar í dag liggur fyrir að staðfesta fjárhagsáætlun Rangárþings eystra fyrir árið 2025. Vinna við áætlunina hófst strax að lokum sumarfrís og hafa verið haldnir margir vinnufundir með sveitarstjórn, byggðarráði, forstöðumönnum og öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins. Þessi metnaðarfulla vinna allra aðila skila sér í vandaðri áætlun sem unnið verður eftir á komandi ári. Staða sveitarfélagsins er sterk þrátt fyrir umtalsverða uppbyggingu á síðustu árum og ójafnvægi á fjármálamarkaði þar sem helst ber að nefna háa vexti og verðbólgu. Við erum ört vaxandi sveitarfélag bæði hvað varðar fjölda íbúa og fjárfestingu í innviðum. Það eru miklar áskoranir sem felast í því og viljum við vera í fararbroddi sveitarfélag á Íslandi þegar kemur á þjónustu við okkar íbúa. Svo að það takist þurfum við að vanda til verka og sýna fram á ábyrgan og stöðugan rekstur sveitarfélagsins í takt við hraða uppbyggingu. Við erum gríðarlega stolt af okkar flotta mannauði sem tekið hefur þátt í þessari vinnu með okkur og kunnum öllum kærar þakkir fyrir. Síðar á þessum fundi munum fjalla nánar helstu þætti fjárhagsáætlunar Rangárþings eystra fyrir 2025. Nú í byrjun desember sátu undirritaðir ásamt skipulags- og byggingarfulltrúa á fund með vegagerðinni. Til umræðu á þeim fundi voru fyrirhugaðar framkvæmdir við vegagerð í sveitarfélaginu okkar. Meðal þess sem fram kom á fundunum var að nú í vetur verður unnin verkkönnun fyrir þjóðveg númer 1 í gegnum Hvolsvöll. Undanfarin misseri hefur verið unnið að hönnun vegarins og deiliskipulagi fyrir svæðið. Samkvæmt heimildum frá vegagerðinni verður verkið framarlega á ósamþykktri vegaáætlun. Því ber að fagna og styttist þá í að umferðaröryggi vegfarenda á Hvolsvelli munu aukast til muna. Sveitarstjórnin hefur í áraraðir talað fyrir þessum úrbótum og við munum svo sannarlega gera það áfram þar til verkið verður að veruleika. Margar aðrar vegabætur voru ræddar á fundunum, til dæmis uppbygging og viðhald héraðsvega, þveranir Hrossa á þjóðvegi, framkvæmd á bundnu slitlagi milli Gunnarsholm og Njálsbúðar sem áætlað er að hefjist vorið 2026. Þessi samráðsfundir sem við eigum með vegagerðinni eru nauðsynlegir til að miðla upplýsingum, þrýsta á framkvæmdir og eiga gott samtal. Minnispunktar af fundinum verða í framhaldi lagðir fram til kynninga fyrir sveitarstjórn. Þann 4. desember var útgáfa 60. árgangs Goðasteins. Héraðsrits okkar Rangæinga fagnaði félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli. Viðburðurinn var virkilega vel sóttur af íbúum í Rangárvallasýslu. Höfundar greina í ritinu kynntu greina sínar með miklum sóma og listamaður Goðasteins árið 2024, Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir, sýndi og sagði frá verkum sínum. Var að ræða virkilega skemmtilegan og fróðlegan viðburð sem að mínu mati gæti vel orðið árlegur. Það er ekki svo langt síðan að ég áttaði mig á því hversu dýrmætt þetta riti er fyrir okkar sögu og menningu. Það gefur mér mikinn fróðleik ansi margt sem á daga sveitarfélagana hefur drifið síðastliðin 60 árin. Kærar þakkir til þeirra sem bera hitann og þungan af útgáfu ritsins og vonandi ber okkur gæfa til að halda áfram svo myndarlega utan sögu okkar og menningu hér í Rangárþingi. Einnig hvet ég þá sem ekki þekkja til Goðasteins að kynna sér hann. En nú má nálgast allar útgáfur ritsins inn á tímarit.is. Jú og svo sjálfsögðu eru nýjir áskrifendur ávallt velkomnir í hópinn. Þann 29. nóvember
staðfesti Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra nýtt svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið. Það voru mikill gleðitíðindi þar sem að skipulagsstofnunin hafði lagst gegn því að skipulagið yrði staðfest. Staðfesting ráðherra sannar svo munar að skipulagsvaldi liggur óumdeilanlega hjá sveitarfélögum landsins. Að mínu mati tímamóta skipulag að ræða. Svæðisskipulag var unnið í náinni samvinnu 11 sveitarfélaga á Suðurlandi og gekk svo vinna einstaklega vel sem skila sér í framsýnu og metnaðarfullu skipulagi sveitarfélagunum öllum til heilla. Það ekki sjálfgefið að slík samstaða náist fyrir svæði af þessari stærðargráðu. Það sýnir svo sannarlega hversu megnug við erum þegar við leggjumst á eitt. Helstu markmið skipulagsins að marka stefnu sveitarfélagana, meðal annars gerð og gæði vega á hálendinu, flokkun og uppbyggingu ferðaþjónustustaða og verndun landslags heilda og sérstæðrar náttúru. Lokapunkturinn við staðfestingu svæðisskipulagsins var settur í vikunni þegar ráðherra ásamt fulltrúum sveitarfélagana undirrituðu skipulagið með pomp og prakt í samgöngusafninu á Skógum. Nú í kjölfarið þess og vinna aðildarsveitarfélagana við að innleiða hið nýja skipulag inn í sín aðalskipulag. Í aðdraganda jólahátíðarinnar menningarlíf í Rangárþingi eystra virkilega blómlegt. Kór Hvolsskóla hélt sína árlegu jólatónleika í íþróttahúsinu á Hvolsvelli líkt og undanfarin ár. Að venju voru tónleikarnir virkilega vel sóttir og gestir voru leiddir inn í jólin undir hljómförum röddum barnakorsins og gesta. Vel gert, krakkar. Fjöldinn allur af fjölbreyttum viðburðum hafa verið haldnir og á dagskrá, svo sem tónleikar, aðvendustundir, messur og matarhátíðir. Það ekki hægt að færa þeim sem að þessum viðburðum og menningarstarfi standa nægilega þakki fyrir sinn þátt í að gera okkar samfélag að því sem það er. Ég hugsa ansi margir séu sömu hugleiðingum og ég varðandi það að það þyrfti eiginlega að vera fleiri kvöld í aðdraganda jólanna til þess að geta sótt alla þessa frábæru viðburði. Þann 8. desember var nýr prestur, séra Kristján Arason, settur í embætti sóknarprest Breiðabólstaðarprestakats. Séra Kristján ásamt fjölskyldu sinni hefur nú sest að á Breiðabólstað og vil ég fyrir hönd sveitarfélagsins bjóða hann ásamt fjölskyldu sinni velkomin í Rangárþing eystra. Einnig vil ég nýta tækifærið og þakka séra Sigríði Kristínu Helgadóttur, fráfarandi sóknarpresti, fyrir velunnin störf, góð kynni og óska henni alls síns besta í því sem hún tekur sér fyrir hendur. Fyrir okkur flest yndislegu tími framundan í aðdraganda jólanna og jólahátíðin sjálf. Gleymum þó ekki að hugsa vel hvert annað og aðstoða þá sem á þurfa að halda. Ég vil þakka sveitarstjórn og öðrum samstarfsmönnum mínum hjá Rangárþingi eystra fyrir frábært samstarf á árinu sem að líða og hlakka til allra þeirra verkefna sem bíða okkar á komandi ári. Fyrir hönd sveitarstjórnar óska ég öllum íbúum Rangárþings eystra gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Takk fyrir Anton Kári. Einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá förum við í annan lið á dagskrá þessa fundar. Það fjárhagsáætlun 2025 til 2028, seinni umræða. Fjárhagsáætlun 2025 til 2028 lögð fram til seinni umræðu. Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, fer yfir helstu niðurstöður áætluninnar og kynnir úrdrátt úr greinargerð með fjárhagsáætlun. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, óttvittir sveitarstjórnarmenn og tilheyrendur. Við erum hér að fjalla fjárhagsáætlun Rangárþings eystra 2025 til 2028 til síðari umræðu í sveitarstjórn. Í upphafi mun ég fara yfir almennar forsendur við gerð fjárhagsáætlunar Rangárþings eystra. Í lögum opinber fjármál lögð áhersla á að fjárhagsáætlanir skuli byggðar á traustum forsendum efnahagsmál. Það gert ráð fyrir við gerð fjárhagsáætlana skuli sveitarfélög styðjast við þjóðhagsspár Hagstofu Íslands þar sem við á. Spáin gerir ráð fyrir 3,9% verðbólgu og það eina grunnforsendum fjárhagsáætlunar ársins. Útsvarið veigamesti tekjustofn sveitarfélaga. Spár gerir ráð fyrir að útsvarsstofn hækki 6,8% milli áranna 24 og 25 og notast við þá hækkun í áætlun þessari. Tekin hefur verið ákvörðun óbreytta útsvarsprósentu sveitarfélagsins og hún 14,97%. Gert ráð fyrir að útgjalda jöfnunarframlag og framlag vegna fasteignaskatts hækki á milli ára, á meðan grunnskólaframlag heldur áfram að lækka. Í heild gerir áætlun ráð fyrir framlög jöfnunarsjóðs
hækki 4,7% milli ára. Fasteignaskattur þriðji stærsti tekjustofn sveitarfélagsins. Fasteignastofninn fyrir fasteignamat árið 2025 hækkar 10% milli ára. Tillaga að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði haldist óbreyttur á milli ára, en til að mæta þeim hækkunum sem orðið hafa á fasteignamati ákvað sveitarstjórn að lækka gjaldskrá vatnsgass úr 0,18% af fasteignamati í 0,16% og gjaldskrá holræsagjald úr 0,20% af fasteignamati í 0,18%. Laun langstærsti einstaki kostnaðarliður sveitarfélagsins. Óvissa hluta launahækkana starfsmanna sveitarfélagsins þar sem kjarasamningar eru lausir og enn hefur ekki náðst að semja. Því erfitt að áætla hver raunverulegur launakostnaður verður árið 2025, sérstaklega í skólum sveitarfélagsins. Áætlunin tekur mið að spá Hagstofu Íslands þróun launavísitölu og gert ráð fyrir 5,6% meðaltals launahækkunum á árinu. Í áætlun 25 gert ráð fyrir 2,3% fjölgun íbúa í Rangárþingi eystra á milli ára. Í dag búa 2181 íbúi í sveitarfélaginu okkar. Við útreikningar skulda og afborgana í áætlun miðað við 3,9% spá verðbólgu. Miðað var við almennar hækkanir á vöru- og þjónustukaupum eru 3,5 til 12% og almennar gjaldskrárhækkanir sveitarfélagsins eru flestar hækkaðar 3,5% en gjaldskrár sem tengjast börnum hækka 2,5%. Og þá fjárfestingum. Undanfarin ár hafa fjárfestingar verið töluverðar. Sú stærsta var bygging nýs leikskóla sem lauk árið 2023. Áframhaldandi þörf á uppbyggingu innviða í sveitarfélaginu og gerir áætlun ársins 25 ráð fyrir að fjárfest verði fyrir 681,4 milljónir króna. Tekjur og gatnagerðir eru áætlaðar 138 milljónir og koma til lækkunar auk þess sem gert ráð fyrir 74,5 milljón króna fjárfestingu í samrekstrarfélögum, þ.e. byggðasamlögum og fleira. Samtals hljóðar fjárfestingaáætlun sveitarfélagsins því upp á 543,5 milljónir. Örfáar lóðir eru lausar undir byggingar nýrra húsa og því mikilvægt að halda áfram með nýja gatnagerð, en gert ráð fyrir að hefjast handa við fyrsta áfanga gatnagerðar í Bergþórugerði og gert ráð fyrir gangstéttum í Hallgerðartúni. Til að tryggja lóðir undir atvinnuhúsnæði gerir áætlun ráð fyrir gatnagerð við Dufþarsbraut og austur við 19. Farið verður af stað í endurnýjun gatna í eldri hluta Hvolsvallar. Fyrsti áfangi í þeirri vegferð endurnýjun gatna, gangstétta og lagna í Stóragerði. En það jafnframt stærsta og kostnaðarsamasta einstaka framkvæmd ársins. Gert ráð fyrir áframhaldandi viðhaldi við Hvolsskóla fyrir alls 30 milljónir, viðhald á félagsheimilum fyrir 20 milljónir og framkvæmdi við lóð áhaldós fyrir 10 milljónir. Gert ráð fyrir tækjakaupum í áhaldósi fyrir 14 milljónir. Verkefni sem hafin voru árið 2024 á sviði íþróttamála verður haldið áfram árið 2025. Það hönnun á gervigrasvelli, körfuboltavöllur og lóð Hvolsskóla og hönnun á útisvæði Sundlaugar fyrir samtals 40 milljónir króna. Auk þess gert ráð fyrir að klæða nýbýla við 40 en allar íbúðir í húsinu í eigu sveitarfélagsins. Næst mun ég fara yfir með hvaða hætti framlögum skipt og helstu breytingar á milli ára fyrir nokkra mikilvægustu málaflokka í rekstri sveitarfélagsins. Og það fyrst félagsmál. Félagsþjónusta sveitarfélagsins rekin í byggðasamlagi með sveitarfélögum í Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu. Fjárheimildir til byggðasamlagsins aukast á milli ára og framlög til málaflokksins í heild sinni hækka 8,5%. Málaflokkur fatlaðra rekin í byggðasamlaginu Bergrisan. Framlög til Bergrisans hækka tæp 9%. Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins áfram gert ráð fyrir að reka vissvinnustað fyrir tilstilli Bergrisans, en þetta 5. árið í rekstri Viss. Umfang Viss hefur aukist töluvert og vinnustaðurinn komin í endanlega húsnæði sitt í gömlu örkinni. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands sér málaflokkinn heilbrigðismál, en fjárheimildir hækka 6,8% á milli ára. Fræðslu og uppeldismál eru langstærsti einstaki málaflokkur sveitarfélagsins, en 52% útgjalda A-hluta sveitarfélagsins fara beint í málaflokkinn. Fjárheimildir til málaflokksins í heild hækka 6,8% milli ára, en samtals eru fjárheimildirnar 1,46 milljarður króna. Gert ráð fyrir að framlög til leikskólans Öldunar hækki 7,7% á milli ára. Rekstrarkostnaður leikskólans í nýju húsnæði töluvert hærri en var í fyrra húsnæði. Áfram verður gert ráð fyrir 7 deildir verði reknar á leikskólanum. Framlög til Hvolsskóla hækka 7%. Gert ráð fyrir að rekstur skólans verði sambærilegur við fyrri ár. Gert ráð fyrir óbreyttan rekstur skólaskjóls og framlög til þess óbreytt á milli ára.
Viðhald á Pólskóla verður haldið áfram og gert ráð fyrir 30 milljónum í viðhaldið árið 2025. Skólaþjónusta sveitarfélagsins er rekin í byggðasamlagi með félagsþjónustu. Framlög til skólaþjónustu hækka 5% á milli ára. Framlög til tónlistarskóla Rangæinga hækka 3% á milli ára. Tónlistarskólinn er einnig rekin í byggðasamlagi. Og þá varðandi menningarmál. Heildarfjárheimildir til menningarmála lækka milli ára, en heildarfjármagn til málaflokksins eru 173 milljónir. Ástæða lækkunarinnar er fyrst og fremst tilkomin vegna sölu húsnæðis Söguseturs sem selt var á líðandi ári. Því fellur engin kostnaður á málaflokkinn vegna þess á árinu 2025. Veigamestu liðir í málaflokknum er rekstur héraðsbókasafns, héraðsskjalasafns og rekstur þeirra 6 félagsheimila sem í sveitarfélaginu. Menningarsjóður sveitarfélagsins sem stofnaður var árið 2019 er festur í sessi og gert ráð fyrir verulegur hækkun til sjóðsins. Fram til þessa hafa 2,5 milljónir verið til úthlutunar en árið 2025 verða 3,5 milljónir. Gert áfram ráð fyrir kostnaði vegna viðburða og hátíðarhalda, til dæmis 17. júní og glæsilegri kjötsúpuhátíð. Æskulýðs- og íþróttamál. Fjárheimildir til æskulýðs- og íþróttamála hækka 6,4% á milli ára. Áfram verður lögð áhersla á málefni ungra íbúa í samfélaginu með eflingu ungmennaráðs og styrkjum til þeirra íþróttafélaga sem reka ungliðastarf í sveitarfélaginu. Einnig er lögð rík áhersla á almenna lýðheilsu íbúa. Framlag til reksturs íþróttamiðstöðvar hækkar 7% milli ára. Árið 2024 var helgaropnun íþróttamiðstöðvar og sundlaugar yfir vetrartímann lengd og verður áfram gert ráð fyrir þeirri opnun árið 2025. Gert ráð fyrir fjárfestingum upp að 40 milljónir vegna hönnunar og útisvæði við sundlaug, kostnaðarmatsgreiningu á uppbyggingu á gervigrasvelli og frágangi og jarðvinnu á utanhús körfuboltavelli. Brunamál og almannavarnir. Gert ráð fyrir 10% hækkun á milli ára í framlögum til reksturs slökkviliðs. Í áætluninni er gert ráð fyrir eflingu slökkviliðs, slökkviliðsstjóri 100% starfshlutfall og búnaðarkaup á næstu 5 árin í samræmi við brunavarnaráætlun sem samþykkt var í lok árs 2021. Fjárfestingaráætlun gerir ráð fyrir kaupum á nýjum slökkvibíl sem afhentur verður í október árið 2025. Hreinlætismál. Sorphreinsun, sorpeyðing og rekstur gámastöðva fer fram í gegnum byggðasamlagið Sortu Rangárvallasýslu BS. Fjárheimildir til málaflokksins standa nánast í stað en hafa 3 ár þar á undan lækkað. Sveitarfélagið innheimtir sorpbyrðu og eyðingargjöld sem standa undir kostnaði við málaflokkinn samkvæmt lögum meðhöndlun og urðun úrgangs, en í ár gerir áætlun ráð fyrir að sveitarfélagið greiði 11 milljónir með málaflokknum. Skipulagsfulltrúi, skipulags- og byggingamál. Fjárheimildir í málaflokkinn í heild hækka 9 milljónir frá upphaflegri áætlun 24 eða 10%. Aðal ástæða hækkunarinnar er kostnaður við aðal- og deiliskipulag hækki 11 milljónir vegna mikils fjölda verkefna þar sem sveitarfélagið þarf að fara í deili og eða aðalskipulagsbreytingar. Framlög til embættis skipulags- og byggingafulltrúa er nær óbreytt milli ára. Áfram er gert ráð fyrir kostnaði við fornleifaskráningu, fasteignamat og þjóðlendumál. Umferðar- og samgöngumál. Fjárheimildir til málaflokksins hækka 30% á milli ára, úr 22 milljónum í 31,5 milljón. Ástæða hækkunarinnar er fyrst og fremst hækkun á leigu gatnakerfis af eignasjóð vegna mikilla fjárfestinga í gatnagerð, en hækkar leigan 40% eða 9,5 milljónir. Líkt og í áætlun fyrri ára er gert ráð fyrir kostnaði við viðhald og endurnýjun götulýsingar, en RARIK afhenti sveitarfélaginu verkefnið í lok árs 2021. Gert ráð fyrir 10 milljónum í sérstakt átak við að bæta og lagfæra göngustíga, gönguþveranir og gangstéttar í sveitarfélaginu. Er þetta hluti af stærra verkefni sem gert ráð fyrir að halda áfram með næstu ári. Umhverfismál. Fjárheimildir til umhverfismála standi í stað á milli ára. Áfram verður gert ráð fyrir kostnaði við fegrun sveitarfélagsins bæði þéttbýli og dreifbýli, styrkjum til landgræðslu og umhirðu gatna. Gert ráð fyrir umhverfis- og garðyrkjustjóra en nýverið var lokið við ráðningu í starfið. Gert ráð fyrir ríflega 6 milljóna króna kostnaði við refa og minkaveiðar. Atvinnumál. Framlög til atvinnumála hækkar 17% eða 4,6 milljónir. Flestir liðir innan málaflokksins fá óbreytt framlag frá fyrra ári. Munar þar mest lækkun tekna að upp að 3,2 milljónir, þar sem ekki gert ráð fyrir tekjum að tjaldstæði við Skógafoss árið 2025, þar sem tjaldstæðið verður lagt niður í núverandi mynd.
Áfram gert ráð fyrir kostnaði við uppbyggingu og viðhald ferðamannastaða, fjalla skála og framræslu skurða. Undir málaflokkinn fellur einnig starf byggðaþróunarfulltrúa sem áfram gert ráð fyrir en sveitarfélagið greiðir 25% af kostnaði við starfið á móti Rangárþingi ytra og Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga. Sameiginlegur kostnaður. Gert ráð fyrir að framlög til sameiginlegs kostnað hækki í takt við verðlag eða 6% á milli ára. Áfram gert ráð fyrir kostnaði við samning við Auðnast ehf. Velferð starfsfólks vegna sameiginlegs starfsmannakostnaðar sveitarfélagsins, 12 milljónum í Kötlu Geopark, innleiðingu barna samfélags, héraðsnefndar og markaðsmála. Mest kostnaðaraukning í málaflokknum vegna reksturs tölvukerfa sveitarfélagsins og innleiðingar á stafrænni stjórnsýslu. Það ánægjulegt að standa hér í dag og leggja fram fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árin 2025-2028. Ljóst að samkvæmt áætluninni rekstur sveitarfélagsins í góðu jafnvægi til næstu ára. Áætlun næsta árs gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu A-hluta 148 milljónir. Jákvæð niðurstaða A-hluta grunnur að sjálfbærum rekstri sveitarfélaga. Áætlunin gerir ráð fyrir að samstæða, það bæði A- og B-hluti, skili 174 milljónum í rekstrarafgang. Áætlun 25 gerir ráð fyrir að skuldahlutfall næsta árs verði 68,2% og skuldaviðmið 47%. Gert ráð fyrir að handbært fé frá rekstri verði 466 milljónir króna en það sú upphæð sem sveitarfélagið hefur til að fjárfesta fyrir án þess að taka lán fyrir væntanlegum fjárfestingum. Ég hvet íbúa og aðra sem áhuga hafa á að kynna sér gaumgæfilega fjárhagsáætlunina og greinargerð sem henni fylgir, en í greinargerðinni helstu þættir hennar dregnir saman á mjög aðgengilegan og skiljanlegan hátt. Að lokum kærar þakkir til sveitarstjórnar og starfsmanna sveitarfélagsins fyrir þá miklu samvinnu sem lögð hefur verið í áætlunina. Hún okkur öllum til sóma. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir fundamenn, takk fyrir það. Ég tek undir með sveitarstjóra hvað varðar þakkir til allra starfsmanna sveitarfélagsins sem hafa lagt á sig mikla vinnu við gerð fjárhagsáætlunar árið 2025 sem og 3 ára áætlun, enda mikilvægt að vel sé vandað til verka þegar kemur að þeirri vinnu. Áætlunin lítur mjög vel út og að langmestu leyti og getur við að langmestu leyti vel við unnað og það náðist þverpólitísk samstaða langflest sem í áætluninni og sé ég enga ástæðu til þess að fara yfir þá hluti aftur sem að sveitarstjóri nú þegar búin að gera. Sveitarfélagið vel statt, rekstur stöðugur og í góðu jafnvægi. Það þakkarvert og gott að starfa í slíku umhverfi. Eins og sveitarstjóri minntist á voru haldnir fundir með sveitarstjórn og erum við fulltrúa B-lista þakklát fyrir að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í þeirri vinnu. Að okkar mati hefði þó mátt skipuleggja fundina dálítið betur og með betri fyrirvara svo allir fulltrúa hefðu getað gert ráðstafanir til að mæta á þá fundi sem fyrirhugaðir voru. Þannig hefði vinnan orðið enn betri. Einnig var vinnan að okkar mati dálítið endasleppt en að loknum seinasta vinnufundi sem haldinn var talað að boða til næsta fundar en það boð kom aldrei. Við fengum svo bara tilbúna áætlun núna með fundagögnum. Vinnan við áætlunina gekk þó nokkuð vel heilt yfir og erum við þakklátt fyrir það. Á milli umræðina bentum við fulltrúa B-lista þó á að veltufjárhlutfalli væri helst til lágt eða 1,08 og var tekið tillit til þess og hefur það lagast milli umræðina og nemur nú 1,26 og má þar vel við unna. Mér langar aðeins að stikla örfáum þáttur sem við hefum kannski viljað sjá að hefði fengið meiri áherslu okkar mati. En breytingin á þessu veltufjárhlutfalli kemur fyrst og fremst til vegna lækkunar á fjárfestingu sem nam 35 milljónir króna og hins vegar hækkun vegna tekna af gatnagerð sem hafði verið vanáætlað. Einnig bættust þarna inn liðir eins og gatnagerð að kostnaðarmati upp á 38 milljónir
að Austurvegi 19 sem ekki hafði fengið nokkra umfjöllun en kom inn á milli umræðna. Hins vegar hefur það ekki áhrif á tekjur þar sem fjármálin þar sem það áætlað tekjur þar á móti. Engu að síður þarf að taka umræðu og ákvörðun að fara í slíka framkvæmd að okkar mati. Einnig hafði verið sett inn í fjárfestingaáætlun 50 milljónir vegna hálfs gervigrasvallar. Engin umræða hafði farið fram í sveitarstjórn að tóna niður framkvæmdina við gervigrasvöll, en þar hafði meirihlutinn einhliða ákveðið að fara í gerð hálfs gervigrasvallar á æfingasvæði og áætla í það 50 milljónir árið 2025. Við fulltrúa B-lista óskuðum eftir því að gert yrði kostnaðarmat á mun á heilum hálfum gervigrasvelli en það mat hafði ekki farið fram. Auk þess fannst okkur afar mikilvægt að fá fleiri að borðinu við þessa mikilvægu ákvörðun enda nú algjörlega á skjön við þá niðurstöðu sem kom út af þarfagreiningu sem heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd lét gera í upphafi kjörtímabilsins. Nauðsynlegt að umræða fari fram með hlutaðeigandi aðilum hvort forsendur hafi breyst og mjög mikilvægt að sátt ríki þá framkvæmd sem ákveðið verði að fara í. En þarna var fjárfestingin lækkuð og það var ákveðið að fara í þessa greiningu á kostnaði á næsta ári og áætla í það fjárframlag. Við söknum þess einnig að við töldum að náðst hefði samstaða að hefja vinnu við fyrsta áfanga í hjólreiðastíg milli Hellu og Hvolsvallar. En rætt var á vinnufundi að fyrsti áfangi yrði á Sólheimum og þannig myndi hinn mikið notaði Sólheimahringur lokast svo íbúar þyrftu ekki að ganga eða hjóla á þjóðvegi 1 á hluta hringsins. Vegagerðin hefur þegar samþykkt að styrkja þetta verkefni. Og eitt að lokum sem er vert að taka fram og hefði verið gott á vinnutímanum að taka saman lista yfir öll þau verkefni sem afgreitt hafa verið á árinu með bókun og vísun til vinnu við fjárhagsáætlunargerð. Eftir þessu inntum við upphaf áætlunar og það von okkar að þó að listin hafi ekki verið tekin saman og fjallað að sérstaklega að það hafi verið tekið tillit til allra mála sem að þannig voru afgreitt. Þetta ekki margir hlutir en við vildum að þeir kæmi fram og annars þökkum við fyrir góða samvinnu við gerð áætlunarinnar. Takk. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ég stóðst bara ekki máti að komast í þetta fallega púlt. Mér langaði að koma upp undir þessum lið og taka undir með Lilju og Kára og koma þökkum til starfsmannasveitarfélagsins fyrir þeirra framlag. Það er ómetanlegt. Fjármálastjóri hefur verið mjög liðlegur við að svara þeim spurningum sem við höfum haft við áætlunargerðina og kann ég henni bestu þakkir fyrir ásamt öllum kjörnum fulltrúum sem við höfum unnið með. Nokkur atriði sem að mér langaði að koma inn á, það er í fyrsta lagi lántöku sveitarfélagsins. Við gerum ráð fyrir 100 milljón króna lántöku á næsta ári. Það skýrist af því að þarna eigin fé sveitarfélagsins nær ekki upp í þær fjárfestingar sem við áætlum að fara í og við erum svo sem að horfa fram á svipaðar fjárfestingar næstu 3 ár þar á eftir. Þetta er náttúrulega ekki sjálfbær leið og við höfum talað það í seinustu áætlunum að fara í greiningu á útgjöldum sveitarfélagsins og rekstrinum heilt yfir og þarna langar við bara frá því að við förum í það á næsta ári til að koma í veg fyrir að við þurfum að vera í lántökum. Vissulega kemur áætlunin vel út, helstu lykiltölur eru jákvæðari en hjá mörgum öðrum sveitarfélögum og sem betur fer erum við ekki á þeim stað að þurfa að vera nauðbeygð með niðurskurðarhnífinn á lofti. En ef við ætlum að vera að fjármagna sveitarfélagið til langs tíma með lántökum þá munum við að sjálfsögðu lenda á þeim stað.
Þannig að við megum gæta okkar. Við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir rekstrinum og hvernig við getum þarna takmarka sóun út úr rekstrinum. Þetta er vissulega almannafé. Við erum að sýsla með skattpeninga íbúana okkar og erum hérna fyrir þeirra hönd, kosin fyrir þeirra hönd til að stýra sveitarfélaginu og þar með fjármálunum. Þannig að það er nú svona helsta. Lilja er svo sem búin að koma inn á helstu atriði. Það eru til að fyrirhugaðar töluverðar hannanir. Við ætlum að fara í hönnun á íþróttarsvæði og gervigrasvelli og sundlaugarsvæði og svona alls konar verkefni sem við erum að fara af stað með hönnun sem er vel. Það er þarna gott að vera vel undirbúin en þetta mun svo allt kosta í fjárfestingu. Þannig að við þurfum að móta okkur góða stefnu hvert við ætlum og áætlunin er vissulega verkfærið í því. Þannig að þarna bara brýna alla félaga mína í sveitarstjórn að við gætum að því að fara ekki fram úr í áætlun og verum tilbúin að skoða hvar við getum skorið af fituna án þess að það sé erfitt og ég má vissulega ganga fram með fordæmi því og ætla að gera á nýja ári. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti, mér langaði bara að þakka þeim félögum mínum Lilju og Bjarka bara fyrir þessar ábendingar og bara fyrir þessa brýningu. Ég veit við getum gert betur, það er alltaf hægt að gera betur og við erum svo bara sannarlega tilbúin í það og eins og ég kom inn á áðan, þetta er allt miklu einfaldari í samstöðu og þegar við náum saman hlutina og leggjumst á eitt og við séum ekki sammála alla hluti að þá er samvinnan algjört lykilatriði og við tökum það bara fullir það að meiri hlutin tekur það til sín og við reynum að gera betur á næsta ári. Rétt aðeins varðandi landtökur, vissulega eru landtökur partur af í rauninni rekstri sveitarfélag en ég vildi kannski bara svona þannig að þegar við erum búin að vera að tala góða stöðu og það kannski lýsir sér líka á líðandi ári gerðum við ráð fyrir 200 milljónum í landtöku sem við þurftum ekki að taka og slepptum landtöku og skuldahlutfallið eins og ég kom inn á er lágt og skuldaviðmið einungis 47%. En það er jákvætt og það á ekkert að vera endilega markmið að hækka viðmiðið þó að við eigum svigrúm, við þurfum bara að vera skynsum. Það var svo sem ekki fleira, bara kærar þakkir. Takk fyrir Anton Kári. Já, ég vil bara taka undir þakklæti til kjörinna fulltrúa fyrir samstarfið við gerð áætlunarinnar og eins starfsmanna sveitarfélagsins. Þetta hefur verið mjög ánægjuleg og góð vinna og ég held að við séum að skila góðri áætlun núna sem endranær og sjálfsagt má alltaf gera betur og ég held að það sé bara ásetningur allra hér inni að svo megi vera. Ég ætla eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef ekki þá ætla ég að lesa hérna upp bókun. Áætlun 2025 gerir ráð fyrir fjárfestingum að heildarupphæð 543.483.000 krónur með fjárfestingum byggðasamlaga að upphæð 74.483.000. Áætlaðar heildartekjur Rangárþings eystra 2025 aðalsjóðs A og B-hluta nema alls 3,7 milljörðum króna. Heildarútgjöld án fjármagnsliða eru áætluð 3,25 milljarðar króna. Reiknaðar afskriftir 190 milljónir króna, veltufé frá rekstri 574 milljónir. Niðurstaða ársins 2025 án fjármagnsliða er áætluð 297 milljónir. Rekstrar niðurstaða 2025 jákvæð 174.108.000.
Í eignfærða fjárfestingu er varið 543 milljónum, afborgun lána 144,5 milljónir, tekin ný langtímalán 135,9 milljónir, skuldir og skuldbindingar er áætlaðar í árslok 2.553 milljónir króna, eigið fé er áætlað í árslok 3.760 milljónir króna. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju sinni með fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2025-2028. Ljóst er samkvæmt áætluninni að rekstur sveitarfélagsins er í góðu jafnvægi til næstu ára. Áætlun næstu ára gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu A-hluta 148 milljónir. Jákvæð niðurstaða A-hluta er grunnur að sjálfbærum rekstri sveitarfélaga. Áætlunin gerir ráð fyrir að samstæðan, það er bæði A- og B-hluti, skili 174 milljónum í rekstrarafgang. Áætlun 2025 gerir ráð fyrir að skuldahlutfall næsta árs verði 68,2% og skuldaviðmið 47%. Sveitarstjórn vill koma á framfæri þakklæti til fjármálastjóra, forstöðumanna stofnana sveitarfélagsins, auk annarra starfsmanna sem komu að gerð áætlunarinnar. Ég ber þá upp til samþykkt, Já, gjörðu svo vel. Það er fundarhlé.
Velkomin aftur á þennan sveitarstjórnarfund. Við erum undir öðrum lið í dagskrá fjárhagsáætlun 2025 til 2028 og ég ætla þá bara að bera upp til samþykktar fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Þau sem hana samþykkja gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá förum við í þriðja dagskrárlið, það gjaldskrá vatnsveitna 2025, lögð fram gjaldskrá vatnsveitu Rangárþings eystra 2025, tillaga að gjaldskrá lækki úr 0,18% í 0,16% af fasteignamati húsa sem tengst geta vatnsveitu. Tillaga að aðrir liðir í gjaldskrá hækki 3,5%. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég upp til samþykktar gjaldskrá vatnsveitna 2025, þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Gjaldskrá fráveitna 2025 fjórði liður á dagskrá, lögð fram gjaldskrá fráveitu Rangárþings eystra 2025, tillaga að gjaldskrá lækki úr 0,2% í 0,18% af fasteignamati húsa sem tengjast fráveitu í þéttbýli. Tillaga að aðrir liðir í gjaldskrá hækki 3,5%. Einhver sem vill tjá sig undir þessum lið? Þá ber ég upp til samþykktar gjaldskrá fráveitu 2025, þau sem hana samþykkja gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Fimmti liður á dagskrá gjaldskrá skógaveitna 2025, lögð fram gjaldskrá skógaveitu 2025, tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver sem vill tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég upp til samþykktar gjaldskrá skógaveitu 2025, þau sem hana samþykkja gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Reglur afslátt af fasteignaskatti, lögð fram tillaga að reglum lögð fram tillaga að reglum tekjutengdan afslátt eldri borgara og öryrkja af fasteignaskatti 2025. Einhver sem vill tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég fram til samþykktar reglur afslátt af fasteignaskatti, þau sem samþykkja gefi merki og þær reglur hér með samþykktar samhljóða. Sjöundi liður á dagskrá, gjaldskrá íþróttamiðstöð 2025, lögð fram tillaga að gjaldskrá íþróttamiðstöðar 2025. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá íþróttamiðstöðar 2025, þau sem samþykkja gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Áttundi dagskrárliður, gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2025, lögð fram gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2025, tillaga 2,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver sem vill tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2025, þau sem hana samþykkja gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Tíundi liður á dagskrá, gjaldskrá kattahald 2025, lögð fram gjaldskrá fyrir kattahald 2025, tillaga 3,5%. Hljópi yfir níunda lið. Það bara vill svo skemmtilega til að hann ekki hérna á útprentuðu blaði hjá mér, 9. liður. Þannig að við förum hérna yfir á skjáin, ég biðst afsökunar á, ég sé þetta hérna frá. Já, við viljum ekki sleppa leikskólanum, þannig að það alveg.
Já, þá það 9. liður á dagskrá. Það lögð fram gjaldskrá fyrir leikskólan Ölduna 2025. Tillaga um 2,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver sem vill tjá sig undir þessum lið, ef svo ekki þá legg ég fram gjaldskrá leikskólans Ölduna fyrir 2025 til samþykktar. Þau sem hana samþykkja rétt upp en hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 10. lið. Það gjaldskrá fyrir kattahald 2025. Lögð fram gjaldskrá fyrir kattahald 2025. Tillaga um 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver sem tjá sig undir þessum lið. Ef ekki þá legg ég fram gjaldskrá fyrir kattahald 2025 til samþykktar. Þau sem samþykkja gefi merki og hún samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá gjaldskrá fyrir hundahald 2025. Lögð fram gjaldskrá fyrir hundahald 2025. Tillaga um 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi það. Ef ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fyrir hundahald 2025. Þau sem hana samþykkja gefi merki, hún samþykkt samhljóða. Gjaldskrá fjallaskála 12. mál á dagskrá 2025. Lögð fram gjaldskrá fyrir fjallaskála 2025. Tillaga um 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhverju sem vil tjá sig hér. Ef svo ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fjallaskála 2025. Þau sem hana samþykkja gefi merki og hún samþykkt samhljóða. 13. liður á dagskrá gjaldskrá félagsheimila 2025. Lögð fram gjaldskrá fyrir félagsheimili 2025. Tillaga um 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver sem vil tjá sig hér. Ef ekki þá ber ég fram til samþykktar gjaldskrá félagsheimila 2025. Þau sem hana samþykkja gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. 14. mál á dagskrá gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2025. Lögð fram gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2025. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða. Ef svo ekki þá ber ég fram til samþykktar gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2025. Þau sem hana samþykkja gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskrá viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024. Byggðarráð samþykkti á fundi sínum þann 5. desember 2024 fyrir sitt leyti viðauka 3 við fjárhagsáætlun Rangárþings eystra með 3 samhljóða atkvæðum og lagði til við sveitarstjórn að hann yrði samþykktur. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan leik. Ef svo ekki þá bara legg ég fram viðauka 3 fjárhagsáætlun 2024 fram til samþykktar. Þeir sem samþykja hann gefi merki og hann samþykktur samhljóða. Bergrisinn breytingar á samþykktum með 16. mál á dagskrá þessa fundar. Lagði fram tillögur á breytingum á samþykktum Bergrisans BS í fyrri umræðu. Einhverjir sem vilja ræða þennan lið. Og þá legg ég til að breytingunum á samþykktum Bergrisans verði vísað til seinni umræðu sveitarstjórnar. Sem það samþykkja gefi merki að samþykkt samhljóða. 17. liður á dagskrá erindisbréf Jafnréttisráðs Rangárþings eystra. Lagt fram til samþykktar erindisbréf Jafnréttisráðs Rangárþings eystra. Einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk. Oddviti, fundarmenn. Fagna því að erindisbréfið hefur komið hérna til samþykktar, búið að fá umfjöllun í Jafnréttisráðinu. Mér langar að spyrja hvort það hafa átt sér einhverja breytingar. Ég var að reyna að rýna erindisbréfið, ég sá ekki hvaða breytingar en að því að formaðurinn hérna á fundinum og getur kannski farið yfir það með okkur hvaða breytingar áttu sér stað á milli umræðina svo við vitum hvað við erum að samþykkja. Takk.
Takk fyrir þetta, Lilja. Árný Hrund, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Já, það er bara ánægja að fá að svara þessu af því að nú var breytt úr því að jafnréttismálin falla ekki lengur undir byggðarráð. Þetta er komið jafnréttisráð sem er farið að vinna í þessu málum og aðalbreytingin á erindisbréfinu var að taka út nafnið byggðarráð á ýmsum stöðum og setja jafnréttisráð náttúrulega og svo var bætt inn í hlutverk í 3. grein. Þar var bætt inn að það stóð tryggja jafna stöðu og jafna rétt allra íbúa í sveitarfélaginu og í samræmi við lög þá settum við inn tryggja jafna stöðu og jafna rétt allra íbúa í sveitarfélaginu óháð uppruna, kyni, kynhneigð og fötlun. Og það er bara samkvæmt jafnréttislögum. Aðrar breytingar voru ekki gerðar nema að taka út byggðarráð og breyta þessu. Takk. Takk fyrir Árný, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ef svo er ekki, þá legg ég fram til samþykktar erindisbréf jafnréttisráðs Rangárþings eystra. Þeir sem samþykkja gefið merki, það er samþykkt samhljóða. 18. liður á dagskrá, markas- og menningarnefnd, breyting á erindisbréfi, lagðar fram breytingar á erindisbréfi markas- og menningarnefndar. Eru einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá bara legg ég fram til staðfestingar erindisbréf markas- og menningarnefndar. Þau sem staðfesta gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd, 19. dagskrárliður, breytingar á erindisbréfi. Lagðar fram breytingar á erindisbréfi heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum 19. lið heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd, breytingar á erindisbréfi? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Fundarmenn voru að velta fyrir sig hvort þetta maður tiltaka bara í hverju breytingi fælist í rauninni sem sagt af því að það er í track changes skjalið. Eina það er verið að breyta þarna 7 í 5. Þannig að það er spurning hvort við færum þá bara inn í fundargerð, sveitarstjórn samþykki breytingar á erindisbréfi, heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar, þá með þeim breytingum sem hafa verið gerðar. Og þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun sveitarstjórn samþykki breytingar á erindisbréfi heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar með þeim breytingum sem lagðar eru til. Þau sem það samþykkja gefið merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 20. mál á dagskrá þessa fundar, það er landsskipti Draumaland. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að landsskiptunum verði hafnað þar sem deili fyrirgefið. Nei. Vorum að gera það. Já, þá erum við komin í 20. dagskrárlið og það er landsskipti Draumaland. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að landsskiptunum verði hafnað þar sem deiliskipulag liggur ekki fyrir. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan dagskrárlið? Ef svo er ekki, þá ber ég fram til samþykktar eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og hafnar landsskiptum að svo stöddu.
Þau sem samþykkja gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 21. liður á dagskrá landskipti Bollakot. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að landskiptin verði samþykkt ásamt hinu nýja staðfangi. Fyrir sem vilja tjá sig varðandi þennan dagskrálið. Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp við staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir landskiptin og hið nýja staðfang. Þau sem samþykkja gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 20. og annar liður á dagskrá aðalskipulag breyttir skilmálar í Rangárþingi eystra. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið. Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að skipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga 123/2010. Þau sem samþykkja gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 23. liður deilið skipulag Vin úr landi Hvamms. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Einhver sem vil tjá sig hér. Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og heimilar deiliskipulagsgerð að Vin. Þau sem samþykkja gefið merki og það samþykkt samhljóða. 24. liður deiliskipulag sýslumanns Tún. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverju sem vilja ræða einhver undir þessum lið. Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að breyting á gildandi deiliskipulagi verði auglýst samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Já, ok. Ljómandi gott. 25. liður deiliskipulagsströnd 1a. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd og auglýst í B-deild sveitarstjórnartíðinda samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123. Einhverju sem vilja ræða eitthvað hér. Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að framlögð deiliskipulagsbreyting verði afgreidd og auglýst í B-deild stjórnartíðinda samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefið merki og hún samþykkt samhljóða. 27. liður á dagskrá deiliskipulag Brú. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreiðslu samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað í þessum dagskráli sem að fundarmenn vilja ræða. Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun fram til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og að aðalskipulagsbreytingi verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreiðslu samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki og það samþykkt samhljóða. 29. liður á dagskrá aðalskipulag syðsta mörk breyting. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn. Afsakið. Hoppaði aftur yfir. Ég held að oddviti fari nú að verða valtur í sessi hérna eftir þennan fund. Veit ég hvort það veðrið eða hvað sem að hefur hérna fer svona rosalega í mig. Hvað segir þið?
27. Já, ég er bara greinilega mikilli hraðferð hér í dag. Fyrst afsökunar á þessu. 27. Bara þakka þeim sem að sitja hérna í fundarsalnum að hafa eitthvað taumhald á fundarstjórn. 27. liður á dagskrá, það er deiliskipulag brú. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað sem fundarmenn vilja ræða hér, ef svo er ekki þá legg ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að deiliskipulagstillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 28. Það er deiliskipulag Syðstamörk. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða. Ef svo er ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að deiliskipulagstillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Ég er í 29 er það ekki núna eða hvað? Já, þetta er. Það er aðalskipulag Syðstamörk breyting. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að aðalskipulagsbreyting verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða. Ef svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Númer 30 á dagskrá þessa fundar er deiliskipulag Austurvegur á Hvolsvelli. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverju sem vilja ræða eitthvað undir þessum dagskrárlið. Ef svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í B-deild Stjórnartíðinda samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 31. dagskrárliður. Það er fundargerð byggðarráðs, 268. fundur, fundargerð 268. fundar byggðarráðs, lögð fram til umræðu og staðfestingar. Eitthvað í þessari fundargerð. Lilja, gjörðu svo vel. Útbyggjaðir fundarmenn, takk fyrir það, bara aðeins smá forvitni hérna því að ég hef ekki séð það. Það er hérna dagskrárliður 31. Hvort að það sveitarstjóri er búinn að funda með hérna þessum aðilum sem var hérna lagt til að hann fundaði með. Hvort að búið að kalla þá saman til fundar, takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Nei, það er ekki búið að funda með þeim eins og bókað var og það er byggðarráð sem bókar og vildi fá þá til sín á fund. Ég veit eins vegar að reiðvegagerð almennt var á fundi í Miðgrikafélaginu í vikunni og þar eru bara málin rædd en ég er búinn að senda á viðkomandi aðila sem sendi inn erindið og bjóða þeim upp á fund og það var bara eftir að negla niður tíma. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þessa fundargerð byggðarráðs? Ef svo er ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefi merki. Hún er staðfest samhliða. 30. og annar liður á dagskrá er byggðarráð 269. fundur. Fundargerð 269. fundar byggðarráðs lögð fram til umræðu og staðfestingar. Eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti, aðri fundarmenn. Það kom þarna fram í fundargerð jafnréttisráðs nýskipas, ég sagði búið að funda tvisvar sem er ánægjulegt og búið að fara yfir jafnréttisáætlunina og þar kom fram í fundargerð að ábending til sveitarfélagsins að það væri ekki jafnvægi í nefndum á vegum sveitarfélagsins og mig langaði til þess að við myndum þarna bóka við að við myndum óska eftir þá í rauninni því frá jafnréttisráði í hvaða nefndum þetta er og tillögur að úrbótum. Hvort það væri ekki hægt að verða við því, takk. Takk fyrir Lilja. Hefum við að taka eða bara tökum smá fundarhlé.
Fundargerð jafnréttisráðs. Já. Þú veist, ég myndi segja það. Fundargerð, já. Velkomin aftur, við erum hér í dagskrárlið fundargerð byggðarráðs, þetta er dagskrárlið 32, 269. fundur. Þar ætlum við að bóka undir lið 32.13 fundargerð jafnréttisráðs
Sveitarstjórn óskar eftir við jafnréttisráð að ráðið taki saman upplýsingar hvaða fastanefndir sveitarfélagsins hlutfall kynja ekki í samræmi við lög og jafnréttisáætlun sveitarfélagsins og í framhaldi leggi til við sveitarstjórn tillögur að úrbótum. Þau sem þetta samþykkja gefi merki, það samþykkt samhljóða. Fleira í þessari fundargerð byggðarráðs sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki að fyrirgefðu Lilja, gjörðu svo vel. Bara örstutt, takk fyrir Oddviti. Ég vil bara fagna því að jafnréttisráð sé komin svona hressilega af stað því að við vorum jú að gera þetta því okkur fannst jafnréttismálunum ekki gert nægilega hátt undir höfði en ég sé að þetta greinilega að fara vel af stað. Takk. Takk fyrir Lilja. Þá ætla ég að bera fram til staðfestingar í heild sinni fundargerð 269. fundar byggðarráðs. Þau sem hana samþykkja gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það dagskrárliður númer 33, ályktun kjaraviðræður, bréf frá leikskólakennurum á Suðurlandi. Lögð fram til kynningar ályktun frá leikskólakennurum á Suðurlandi vegna kjaradeilu. Og við erum með bókun undir þessum lið. Umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Rangárþings eystra liggur hjá samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sveitarstjórn hvetur aðila til að ná samkomulagi í deilunni sem allra fyrst. Þau sem samþykkja þessa bókun gefi merki, hún samþykkt samhljóða. 34. dagskrárliður á þessum fundi ársþing SAS 2024 ályktanir. Ályktanir ársþings SAS lagðar fram til kynningar. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Oddviti. Bara svona rétt til að hyggja á þessu. Það hefur oft verið þannig að ályktanir SAS við eigum þarna bara dýrmætum tíma og miklum tíma og mikilli vinnu í að útbúa þessar ályktanir í aðdraganda ársþinga og þær eru samþykktar og lagðar fram. Þar hafa oft orðið að litlu, tekið saman í mikilli langloku og send á alþingismenn og hingað og þangað. Og hafa lítið vægi í ár reyndi stjórn SAS að setja þetta saman svona með áhugaverðum og skilmerkilegum hætti. Mér finnst það að hafa tekist vel, þetta nokkur hnitmiðað. Ályktanirnar sem þarna voru gerðar snert okkur öll, í rauninni allt Suðurland. Og eins og kom fram í minnisblaði mínu áðan varðandi svæðisskipulagið, þegar við stöndum saman þessi atriði og þar sem úrbóta þörf, þá getum við gert svo rosalega vel. Þess vegna leggjum við til að við tökum bara undir þessar ályktanir og Oddviti kannski les þessa bókun og ég vonast þetta að sveitarstjórnarmenn séu samþykkir henni. Ja. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn tekur undir ályktanir SAS og mikilvægi þeirra verkefna sem samþykkt var að setja í forgang fyrir Suðurland á ársþingi SAS. Ályktanir ársþingsins endurspegla brýnustu áskoranir landshlutans og tillögunum ætlað að stuðla að sjálfbærni hagvexti, lífsgæðum íbúa og framtíðar uppbyggingu á Suðurlandi. Þau sem samþykkja þessa bókun gefi merki, hún samþykkt samhljóða. Þá dagskrá þessa fundar tæmd í dag og ég þakka þeim sem að horfðu á okkur í streymi og þeim sem að munu horfa á þetta í upptöku og bara þakka íbúum Rangárþings eystra og öllum fyrir. Þetta væntanlega síðasti fundur sveitarstjórnar á árinu og vonaði hafið það gott yfir hátíðarnar. Takk fyrir.